hvað getum við sem stjórnmálaflokkur gert til þess að þið viljið koma, ef þú myndir vilja koma í kosningamiðstöðina, hvað getum við gert til þess að þú viljið koma þangað og segja okkur hvað skiptir máli? Þið getur staðið ykkur í því að styðja bæði fatlað og ófatlað fólk með jafn mikilli virðingu. Ef þið gerir það ekki, þá getum við ekki verið að virða ykkur. Sæll og blessaður. Sæll. Og velkomin. Hvað heitir þú fullu nafni og frá hvaða flokki ertu og í hvaða sæti? Já, ég heiti Róbert Ragnarsson, ég er í Viðreisn og er skipað annað sæti þar. Þakka þér fyrir það. Lýstu þínum flokki í 3 orðum. Já, við erum frjálslyndur flokkur og eitt af grunngildunum er mannvirðing. Og við trúum því að fjölbreyttar lausnir séu leiðin til þess að skapa gott samfélag. Getur þú sagt mér 3 staðreyndir þig sjálfan? Já, ég er faðir 3 drengja sem reyndar orðnir fullorðnir núna, sko. Ég var bæjarstjóri eins og við ræddum hérna áðan. Já. Og ég vann í Reykjadal í sumarbúðum fyrir börn með föllum. Áhugavert. Gaman að vita. Nefndu 3 ástæður fyrir því að fatlað fólk ætti að kjósa þig. Ég held að fatlað fólk geti treyst í að ég raunverulega vilji og brenni fyrir því að bæta samfélagið. Ég held að okkar stefna valfrelsi, að allir eigi að hafa möguleika að velja þjónustu, sem er gott fyrir fatlað fólk eins og alla aðra. Og síðan er þetta grunngildi Viðreisnar mannvirðingu. Við leggjum mjög mikla áherslu á inngildingu, sem að allir geti verið með og hlusta á alla. Ok, flott er. Getur þú lýst samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks í 3 orðum? Já, það er nú frekar flókið. Þetta er réttindasamningur þjónustu, grundvallarþjónustu og sem ég held að sé til mikilla bóta og ég er búinn að vinna lengi í þessum sveitarfélagi geira og ég hef aldrei skilið af hverju það tók svo langan tíma að löggilda hann. Þannig að þarna er verið að lögfesta réttindi og þjónustu sem við erum sammála að þurfa að veita. Fun fact, fyrst þú varst að tala það hvað þetta tók langan tíma. Þegar það verið að lögfesta þetta, þá var ég inni í byggingunni ásamt nokkrum öðrum úr listvinnslunni. Og þegar við heyrðum að það væri búið að klára þetta, þá sögðum við öll í kór, mikið fucking var. Akkurat. Stundum taka málin allt og langan tíma. Já. Hvaða 3 álegg seturðu á pítsuna þína? Pepperoni, sveppur og laukur. Nice. Mikið af fötluðu fólki er ekki með vinnu. Hvaða 3 nýjar leiðir getur borgin farið til að breyta þessu? Já, ég held að borgin sjálf er nefnilega ekki að bjóða mörgum fötluðum einstaklingum vinnu. Þannig að borgin sjálf getur bætt úr því og þá fyrst og fremst með því að vera með þá fleiri hlutastörf sem að fólk getur þá komið inn í og í samræmi við þeirra starfsorku. Já. Ég held við getum líka, og ég gerði það þegar ég var bæjarstjóri í Grindavík, að við settum þá peninga og fólk í að hjálpa fólki að komast inn á almennamarkaðinn. Sem dæmi þá var strákur sem fór að vinna í Netto í Grindavík í matvöruversluninni. Já. Hann fekk liðveislu inn á vinnustæðin og sem hjálpaði honum að komast inn í starfið fyrstu mánuðina. Sem að hjálpa honum þá að læra á starfið, hjálpaði starfsfólkinu á Netto að skilja hans þarfir. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við hjálpum fólki
og liðveislan geti þá líka aðstoða við það að koma sér inn á vinnumarkað. Sniðugt. Hvaða 3 aðgerðir myndu raunverulega stytta biðlista á húsnæði fyrir fatlað fólk? Já, þetta sko varðandi húsnæðið, þá það í rauninni bara að fjölga rýmum bæði í búsetukjörnum fyrir þau sem það þurfa, en eins þá fyrir þau sem geta verið í sjálfstæðri búsetu að bjóða upp á fleiri íbúðir þar. Já. Þannig að það í sjálfu sér ekkert flókið úrlausnarefni, það bara að gera það. Ætlar þú að bjóða okkur fatlað fólkinu með ef þú ert að tala fatlað fólk? Já, algjörlega. Það á við fatlað eins og alla aðra. Við höfum ekki verið að taka ákvarðanir fyrir fólk, heldur eigum að gera það með fólki. Já. Gott að heyra. Það er mikilvægt. Algjörlega. Það myndi enginn sætta sig við það að það séu tekin að völdin. Já, allavega ekki mjög margir. Nei, nákvæmlega. Hvað finnst þér að fólk að mismunandi kyni noti varalykt? Það bara í fínu lagi, ef fólk vil það. Já. Viðreisn flokkur fjölbreytileikan, sko. Það við erum öll mismunandi og megum bara fá að vera eins og við erum. Já, það nú gott. Hvað eru þið með planað í sambandi við fatlað fólk og listir? Við erum í sjálfu sér ekki búin að setja neitt ákveðið niður í því, en við viljum styðja við sjálfstætt starfandi aðal og frjálsfélagasamtök sem eru þá að bjóða upp á listaúrræði eða listnám eða listasýningar. Þannig að ég held við munum bara styðja við það sem er til og hjálpa fólki að gera enn betur, sko. Frábært. Hvers vegna heldur þú að sé svona miklu minna fatlað heldur en ófatlað fólk í stjórnmálum? Já, þetta spurningin sko, hvernig stjórnmálaflokkarnir velja. Eru þeir að bjóða fötluðu fólki sæti á lista nógu ofarlega til þess að eiga möguleika. Ég veit allan að það fatlað fólk að mæta á fundi hjá Viðreisn og tekur mjög virkan þátt. Við erum með fatlað manneskju á listanum en ekki það ofarlega að hún muni ná inn. En þetta eitthvað sem við verðum að passa upp á stjórnmálaflokkarnir, alveg svo við pössum upp á að það sé fólk af öllum kynjum, mismunandi uppruna og félagslega stöðu og svona. Þannig að þetta stjórnmálaflokkarna að passa upp á. Ástæðan fyrir því ég spyr að þessu nákvæmlega sú að þarna það svolítið eins og fólk treystir því ekki að fatlaðir geti gert jafn mikið og hinir séu jafn mikils virði sem eru ófatlaðir í þessu. Já, ég meina þetta mjög snúið. Það eru margir sem vilja og færri sem komast og þá samkeppnin mikil og þá verður þetta erfitt. En það stjórnmálaflokkarnir að passa upp á að allar raddir komist að. Og það það sem við þurfum að passa upp á. Já. Og ég kom með eina spurningu í lokin. Endilega. Já. Hvað getum við sem stjórnmálaflokkur gert til þess að þið viljið koma, ef þú myndir vilja koma í kosningamiðstöðina, hvað getum við gert til þess að þú viljið koma þangað og segja okkur hvað skiptir máli? Þið getur staðið ykkur í því að styðja bæði fatlað og ófatlað fólk með jafn mikilli virðingu. Ef þið gerir það ekki, þá getum við ekki verið að virða ykkur. Nei, akkurat. Og þið getur unnið í sannleika og réttlæti og gert allt ykkar til þess að gera þessa ágætu borg og þetta land að góðum stað til þess að lifa á. Algjörlega. Ég ætla að gera það. Já, og takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Minnsta mál. Takk innilega fyrir þetta. Það var gott að sjá þig. Sömuleiðis.